Já, við ætlum að þess að ræða baráttu leigjenda og hann hingað kominn Guðmundur Hrafn Arngrímsson, velkominn. Takk fyrir. Hvað viltu byrja? Ég var að byrja í... Þú voru að tala Bandaríkin, já, viltu leiðrétta það? Nei, ég ætlum ekki að leiðrétta, ég vil bara taka upp þráðinn, sko. Þetta var rétt sem þú sagðir, þetta einn maður sem hefur sagt þetta. Ég man ekki alveg orðalið, ég gískaði á 73, ég man ekki hvernig þetta var sagt, sko. Kringu 1970, hann heitir Assar Lindbeck, sænskur hagfræðingur sem að vann mikið með manni sem heitir James Buchanan sem svona talin læri faðir nýfrjálshyggjunnar og svona vinnan í kringum hann og fræg bréfaskriftir milli Hans Buchanan og Hannes Holmsteins. Já. Svona undir síðustu aldamót og þá var Hannes að senda honum svona ýmsar tillögur og hann var svona, eitthvað svona. Svo sagði hann við Hannes í einhverju bréfinu: það sem þið bara gera, þið bara að lækka skatta. Það svo erfitt að hækka það aftur. Það mesti ávinningur sem þið náið bara að lækka skatta. Já. Og það, hvað verður gerðið svona, ef þú skoðar svona stefnu ríkisstjórnarinnar svona upp á 99 þegar þessi bréfaskriftir eiga að vera. Það bara eignarskattur fór, fjármagnstekjuskattur kerði niður í 10%. Þeir bara fóru eftir ráðunas. Já, þetta bara það sjá úr hvað átt þetta kemur. Þetta, ég vildi bara svona taka upp ráðun, sko. Já, og þessi maður, þessi svíi, hvað heitir hans við? Hann heitir Assar Lindbeck. Ef hann fengi kannski bara 1000 kall fyrir hvert skipti sem að væri vitnað í þessi orðan, þá var hann orðið flugríkur. Flugríkur, já, og allir leigusalar og allar áráðusmaskinnur kunna þessa frasa. Já, þetta var nú bara í titillin á grein hjá varaformanni Samtaka atvinnulífsins núna síðasta sumar sem birtist í Mókanum. Þetta væri besta leiðin til þess að sprengja eða borgir. Það væri betra að setja leiguþögg en að sprengja þær upp, sko. Við tölum svolítið Bandaríkina því að Bandaríkin eru náttúrulega, hvað svo sem segja má Kína og allt það og Evrópusambandið, þá er það svona leiðandi og hvernig þeir eru að bregðast við verðbólguna og lífskjarakrísuna þar. Ásgeir Brynjar var sérstaklega með hókusu þar. Er eitthvað frétt af leigumálum í... Já, við erum búin að tala mikið leigjendur í Bandaríkjunum og þeir eru búin að vera svona aukinn kraftur í hagsmuni og réttindabaráttu í Bandaríkjunum og það eru fleiri stjórnvöld í ríkjunum að taka upp svona tillögur og eru með frumvörpum með alls konar mál fyrir þingunum varðandi að koma á regluverki yfir leigumarkaðinn. Og það var núna að koma út skýrsla þróun á leigumarkaði síðustu 12 mánuði. Þetta er svona mánaðarskýrsla sem var að koma út frá fyrirtæki sem heitir bara Rent Statistics og þá voru þeir að fara yfir hvernig þróun á húsalegu verið í Bandaríkjunum bæði svona síðustu mánuðina og frá því síðustu haust og heilt ár aftur í tíman og þá kemur það ljós að 5 mánuði þá hefur húsalega farið lækkandi í 60% af ríkjunum í Bandaríkjunum og hún hefur lækkað 5,6% á síðast ári. Og þetta þeir eru svona velta fyrir sér hvað getur valdið þessari lækkun og það sem sagt, húsalega náði hámarki í ágúst og hún hefur farið lækkandi síðan. Hún er lægri núna heldur en í febrúar 2022 og þá eru menn að telja til að það komin í frumvarp eða svona áætlun, svo kallar blueprint sem kom frá forsetaparinu Biden og Harris núna í loki janúar svona leiðavísir í áttina að auka reglu svona réttavernd fyrir leigjendur og þetta er búin að vera í deglum svolítið tíma og þetta er búin að ýta undir að önnur ríki eru farin að ræðum að setja á leigubremsur og leiguþök og nokkur ríki hafa þá gert það, við erum nú fjallað að það hefur reynilega verið kosið þessi mál þannig að þetta er talið helsta ástæðan og svo ástæðan líka svo að það að myndast aukið svona vacancy eða sem það er meira laust húsnæði og þetta er svona helstu ástæðan en það er merkilegt að sjá að það er mest í norðaustur hluta Bandaríkjanna sem mesta lækkunin hún er allt upp undir 4-5% bara núna á milli mánaða og það út af því að það er mikil degla í umræðu leigjendur á þessu svæði og það eru bæði sveitafélög og ríki í norðaustur hluta Bandaríkjanna eru eiginlega flestöll að ræða
eða búin að setja á hömlur og leigumarkaðin. Þannig að þetta hefur áhrif að ríki og stjórnvöld, að sveitarfélög og fylkin eins og í Bandaríkjunum, þegar þau koma svona afgerandi inn með þau skilaboð að nú eigi að vernda og verja réttindi og stöðu og hagsmuni leigjenda, það hefur áhrif til lækkunar og þessi hræðsluáður að svona regluverk muni hafa einhverja hamfari með sér varðandi skorta húsnæði, það hefur verið minnst að kosti að enga líkur á engin teikn á lofti að það gerist. En þú tala það ef að stjórnvöld að tala vandan á leigumarkaði og segja sem svo að ef þetta batni ekki að þá verið að grípa til harða að gera, að þá geti það haft áhrif. Þannig ef að stjórnvöld hér myndu fara að tala þannig eins og leigubrensa væri bara á leiðinni, að það geti leitt til einhverja að maður fara að hegða sér. Já, það virðist vera. Minnst að kosti þessi leiðavísir forsetan sem fór fyrir þingi núna í lok janúar, hann náttúrulega ekki komið til framkvæmd, það ekki búið að útbúa skjalið heldur, en það virðist vera að þetta hafi strax áhrif og það er náttúrulega búið að vera, þessi vinna er búin að vera yfirstandandi í eitthvað tíma væntanlega, þannig að sko þetta hefur seitlað út í svona meðutund leigjenda og leigusala að það er að verða til eitthvað svona samstæðum það í landinu að staða leigjenda er óásættanleg og það hefur minnst að kosti valdið þessum breytingum. Meðal húsaleiga leigjenda á Íslandi er eitthvað 43-44% eða ekki? Já, hún er 44%, samkvæmt nýjustu mánaðarskýrslu. Hún er tæplega 28% í Þýskalandi. Já, það var einmitt líka núna í vikunni að koma út ný svona mánaðarskýrsla frá þýsku hagstofunni og þá er og þetta er svona sett fram í miklum áhyggjutón vegna þess að íþyngjandi húsnæðiskostnaður leigjenda hefur hækkað mikið í Þýskalandi og er núna meðaltal orðin 27,8% meðan hann er 44% hér og hefur leigið á bilinu 45%. Það er ekki íþyngjandi kostnaður, þetta er bara... þetta er meðal... Það er talað að kannski ef þú ferði yfir 30% þá ertu komið íþyngjandi, jáfnvel 40%, en það eru bara meðaltalur Íslendingar yfir því, en að meðaltali eru Þjóðverjarnir undir 30%. Akkurat en það eru samt, kom fram í þessu að 12% leigjandi í Þýskalandi borga meira 50% leigu. Já, hvað er hlutfallið hér? 12% borga á milli 40 og 50%. Hvað er hlutfallið hér? Hlutfallið hérna er í kringum 20% sem að borga yfir svona á bilinu 17, 19 til 21% svona undanfærin 2-3 ár sem að eru sagðir borga á bilinu 50 til 70%. Við vitum ekki hversu mikið að þetta er svona ónákvæmlega tölur sem setta fram bæði HMS og Hagstofunni, þetta er svona stórt bil, þannig við vitum ekki hvort að stærsti hlutin af þessu fólki er yfir 60% eða hvort hann liggur í 51%, við vitum það bara ekki, en þeir segja bara milli 40-50%, það eru 12% leigjenda og þetta eru mest leigjendur sem eru tiltölulega nýlegur komnir inn á markaðinn. Það er mikill munur á stöðu leigjenda innan hópsins eftir því hvort að fólk er búið að vera lengi á leigumarkaði ekki og það skýrist væntanlega af því að það er leigubremsa í Þýskalandi sem heldur aftur af hækkunum á samningstíma en það er hins vegar ekki eins mikið svona inngrip inn í eða stýring eða einhvers konar ívilnanir í samningsupphæðum og þeir sem hafa komið inn á markaðin sístu 2-3 árin, þeir eru með miklu hærri samningsupphæðir og það er búið miklu þrengri kost og það eru þeir sem svona fylla þessi 12% að stærstum hluta til og það er mikill húsnæðiskostur í Þýskalandi og þeir tala nú um í þessu sömu skýrslu og það sé bara eiginlega verða alveg botnfrosinn byggingamarkaðurinn þar og þeir telja til náttúrulega svona hækka verð á aðföngum og þess aftar en byggingamarkaðurinn í Þýskalandi er ennþá eitthvað stærri á bilinu 6,5% af öllu hagkerfinu. Þetta er gríðilega stórt, ég hugsa hann sé jafnvel stærri hér, ég veit það ekki. Þetta er merkilegt að sjá þetta í samanburði við þessa skýrslu sem kom frá HMS núna í síðustu viku þar sem að 4. ári í röð er meðal húsaleiga hjá leigjendum á Íslandi á bilinu 44-45% og það þykir mikið áhyggjuefni að meðal húsaleiga sé verið komin í 27-8% í Þýskalandi og sýnir bara hversu brenglað er allt saman hérna og ennþá meira til þess að bregðast við með þessum aðgerðum eins og þú varst að ræða við gestinni hérna. Þetta eru 15% af launum fólks. Fólk getur reiknað þess allt út hvað það væri munurinn á því hvort þú hefði það í höndunum eða ekki.
eða hvort að leigusalinn sérlega í höndunum. Það er svolítið mikill munur á Þýskalandi og Íslandi. En þú varst með fréttir líka frá Belgíu. Já, þetta eru svona fréttir sem að kalla svolítið á við það sem er að gerast hérna heima. Það er svona, það eru lög í Belgíu sem að banna alla mismunun á húsnæðismarkaði. Það má ekki synja fólki húsnæði á grundvelli kynþáttar eða fátæktar eða fötlunar og svona öllu þessi félagslegu þáttum. En það rignir inn kvörtunum til belgískra stjórnvalda mismunun og þá oftast vegna þjóðurnis. Þannig að sko svona undirstrika það að innflytjendur og flóttamenn þeir búa við miklu veikari stöðu á húsnæðismarkaði heldur en þessum innflytjendur hér segja þetta að þau fá ekki leikt af því að þau eru bara útlensnafn. Já, þetta höfum við heyrt ítrekkað en þarna eru sko, þetta vandamál víðar en belgísk stjórnvöld eru í startholum með að bregðast við þessu svona á í einhver svona stóru átaki vegna þess að þetta hefur aukið svo mikið en eins og segja, þetta svona kallar svolítið á við þessar stöður sem við erum að Við rættum ekki hérna daginn þegar Ásmundur Friðriksson var í þinginu með leigusamning sem ekki fékkst endurnýjaður á Ásbrú að því þátt að leigja fjölbýlishúsið til vinnumálastofnunar til flóttafólks. Jú, akkurat og þetta er búið að vera mikið í umræðinu núna í svona samfélagi leigjenda upp á síkastið en afstaða leigjenda er mjög skýr að þetta ástand er á ábyrgð stjórnvalda og svona leigjenda eða útlendinga andúð stjórnvalda hún smitast ekkert og á ekkert að smitast inn í samfélagi leigjenda. Það er ótrúlegt að svona göfuglindi stjórnmálamanna skuli einhvern veginn vera bara svona helton á logandi leigumarkaðin en það kom svolítið fram í samtalinu okkar Þorvaldur bent á þetta að það væri verið að fjölga hér erlendu verkafólki en það væri ekkert gert. Nei, það var ekkert gert. Í grunnkerfinu, ekkert í húsnæðiskerfinu, ekkert í menntakerfinu, ekkert í heilbrigðiskerfinu bara. Og nú er þetta svona kannski svona eitthvað vestasviðsmynd sem við höfum upplifað hingað til er að birtast okkur upp á Ásbrú. Þar eru þeir leigjendur sem að sjá fram á eða eru orðnir heimilauslir hérna bara farin að banka upp á hjá nágrönnum sínum og biðja þá aðstoð eða jafnvel að leita ásjár hjá þeim með að koma sér fyrir í húsnæði annarkvort að þeir eru að biðja að fá aðstoð við að finna húsnæði eða hreinlega bara leita ásjár hjá þessu fólki þannig að staðan á Ásbrú er alveg skelfileg og ég hef verið að tala við þetta fólk og ég held að sé bara komið til þess að við samtök leigjenda fari suður eftir og fundi með þessu fólki vegna þess að þetta er náttúrulega ólíðandi staða og það er ólíðandi líka að stjórnvöld komi leigjendum í þá stöðu að þurfa að fara út í þessu orðræðu það hvort að hvort að einhver þjóðfélagshópar hafi fremri rétt til húsnæðis en annar. Við erum öll varin og eigum öll rétt samkvæmt mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur og viðaukin við sáttmálan sem heitir rétturinn til viðeigandi húsnæði þá gildur alla sem búa þannig að þetta snýra stjórnvöldum það eru þau sem að skapa þetta ástand það eru þau sem að bregðast og við þurfum alltaf að hafa það í fókus það eru þau sem eru vandamálið það eru þau sem eru að búa þetta til og ég held stundum bara að þau séu gaggjart að búa þetta til það vantar húsnæði og við vorum að reyna að ráða í það hvað Sigurður Ingi var að meina, hvort það var að meina að þetta halda áfram húsnæðisuppbyggingu en það er ekki helst að heyra á Bjarna Ben að svo verði ekki, að það verði að hægja húsnæðisuppbyggingunni. Þetta var nú svolítið magnað að kvöldið síðan kom heim eftir, við sátum og rættum þetta kastljósviðtal að það var sléttum 3 klukkutímum áður en að Sigurður Ingi settist í kastljósi á síðastliðið miðvikudagskvöld eða fimmtudagskvöld og talaði þessa stórkallalegu eða stórkostlegu uppbyggingu á húsnæði sem er yfirstandandi eða rétt í þann mynd að hefjast að þá tilkynnir Bjarni alþjóð það að það er að draga saman í framkvæmdum á húsbyggingamarkaði kæla vélarnar sem hann segir þannig að sko ég spyr bara það var 11.000 mann sem fluttu til Íslands í fyrra já 11.000 og hvað þarftu marga íbúðir fyrir það?
Við þurfum svona cirka 7.000 íbúðir. Við þurftum 7.000 áður, sko, þannig að það er 14.000 sem bara vantar núna. Já, það hafa fluttinga 30.000 manns á síðustu 4 árum. Þannig að sko, það hefur ekki verið sko... Og fyrir 4 árum þá vantaði húsnæði? Það vantaði 8.000 íbúðir á markaðinn samkvæmt greiningum húsnæðismanningastofnunar og síðan þá hefur ekki verið haldið í við fólksfjölgun. Og núna veit Bjarni hæja á, kæla vélarnar, en á sama tíma kemur Sigurður Ingi ítrekka fram fyrir alþjóð, bæði skrifandi undir gríðaleg húsbyggingar áform og lýsir því svo bara yfir í hverju einasta viðtali að þetta sé bara allt í blúsandi gangi og við megum vona því að þessi eru byggðar 4.000 íbúðir á hverju ári. Ef framferð sem horfið þá verða kannski byggðar 2.000 íbúðir í ár. Þannig að sko, eins og við hefum bara oft sagt áður, það eru bara hamfarir í uppsiglingu. Hvor heldur ráði húsnæðisuppbyggingunni Bjarni Ben eða Sigurður Ingi? Ég held ráði í hvorugir, ég held nú reyndar að svona fjárfestar á húsnæðismarkaði hlusti frekar á Bjarni Ben. Stjórnvöld hafa stimplað sig algjörlega út úr þessu mengi, sko. Þau eru bara með, eins og í tilfelli Sigurður Inga og alla hans forvera alveg aftur til 2015, þá hafa þessi áform verið sett fram svona í formi óskalista. Stjórnvöld hafa ekkert haft með það að gera hvort og hvenar og hvar byggt. Heldur bara sagst gera ráð fyrir því og hvetja sveitarfélög til þess að útgefa byggingar svo sem byggingarleyfi, en hafa svo ekkert meirið það að segja. En ég gerir ráð fyrir því að Bjarni hafi meiri áhrif á fjárfesta heldur en... Þetta svona stuðla skuli að og slíkar yfirlýsingar. Já, þetta eru áform. Herðu skráningarskyldu frumvarp, hvað það? Skráningarskyldu frumvarp sem var mikið rætt og tók nú mikið tíma frá held ég flestum hagsmunaaðilum á leigumarkaði allt síðasta ár. Þetta fólki leigusölum bæri að skrá húsaleigusamninga. Já, þetta frumvarp sem kom fyrst inn í samráðsgáttunni í febrúar 2020 og svona afurð af vinnu sem fór í gang eftir lífskjarasamningana. Það var nú tekið í burtu eiginlega bara leið og samráðinu lauk, en rataði svo aftur inn í svona inn í umræðuna og svo inn í þingi núna svona síðasta vor, og við vorum að skrifa umsagnir þetta og fjallum þetta og fara að fundi í allt haust, og það var mikið talað þetta var frumvarp sem hét skráningarskylda húsaleigusamninga, og það var alltaf talað að þetta væri inntak og efni frumvarpsins, það væri að skylda alla leigusala til að skrá hvern einasta leigusamning, og með því væri hægt að þróa þessi viðmið fyrir sanngjarna húsaleigu sem við höfum oft verið að svona kalla eftir að vera skýrt hvað þýðir þessi 37. grein húsaleigulaga sem segir að húsaleiga skuli vera sanngjarna og eðlileg. En í þessi frumvarpi voru líka ákveðna breytingar á 37. greininni sem eru skilyrta við fulla virkni skráningarskyldunar. En sama dag og frumvarpið samþykkt og verður á lögum 22. desember síðastliðinn, þá eru fellt út ákvæði að skylda leigusala sem eru með eina eða tvær íbúðir á leigu sem langstærsti hluti leigusala. Þannig að skráningarskyldu frumvarpi nær bara yfir hagnaðardrifin leigufélög eins og Ölmu, GMO fastegnir hjá Guðmund Oddsson í Logos, Heimavöllum, leigufélagin Skjól og Kurr EHF og Rætur og svona leigufélög og svona sterkefnaðara einstaklingar sem eru þeir aðilar sem hafa verið að drífa upp og rífa upp leiguverðið. Nú mun sem sagt einungis samningar úr þessum leigufélögum, þeir eru skyldaðir til þess að vera skráður og inn í þennan gagnrýnisgrunn sem á að leiða til þess að við sjáum hvert eðlilegt markaðsverð, vegna þess að breytingin á 37. greininni hún segir að sanngirn húsaleiga skuli ráðast af markaðsaðstæðum og atvikum á hverjum tíma, og eina leiðin til að sjá það er út frá þessum gagnagrunni sem á að leiða í ljós og markaðsverði. Þannig að nú fyrir helmingurinn íbúðunum fyrir ekki að inn. Já, mikið meir en helmingur íbúðunum fyrir ekki að inn, vegna þess að allir sé ekki kringum svona 65% leigumarkaðnum sem stendur utan þeirra sem að eiga bara eina eða tvær íbúðir. Þannig að nú Sigurður Ingi búin að koma því þannig fyrir
að markasverð á húsalegu mun taka mið af leigusölur sem eru með 3 eða fleiri íbúðir og þar með allir þessi stóru hagnaðardrifnu leigufélög og hérna á sama tíma og hér ríkir náttúrulega algjör skortmarkaður og lítið regluverk, þannig að hann búin að koma leigundum í þá stöðu sem höfðu slæma samningsstöðu fyrr í enn verri stöðu vegna þess að nú mun leigusalinn geta vísað í markasverð sem er hérna meira og meina mótað og myndað af húsaleigu hjá þessum hagnaðardrifnum leigufélögum frekar en á öllu markaði eins og í dag þá erum við með verðsjá húsaleigu sem að tekur mið af öllum þinglösu leigusamningum sem að eru samningar sem að eru í lægri kantinum eins og gefur að skilja vegna þess að eini hvatinn til þess að sækja húsnæðisbætur eru þinglýsa en nú búið að snúa svo við að nú verða þetta hærri samningar og þetta verður miklu stærri hlutdeild að hærri samningur minni þessum gagnagrunni sem reiknar þetta markasverð sem að leigusala fara svo eftir. Þannig að embættisfærslur Sigurður Inga í þessu með því að fella þetta ákvæði út á síðustu metrunum en halda inni breytingum á 37. grunni fær mér reynda til þess að sko jafnvel trúa því að það hafi bara staði til allan tíman að breyta 37. grein húsaleigulaga með því að vegna þess að hún var einföld að það stóð bara að húsaleiga skuli vera sanngjarn og eðlileg fyrir báða aðila og það hvað stendur í núna? Núna eru 3 aðra málsgreinar sem að vísa í þessa markasaðstæður og það er markasverð er sanngjarnverð. Já, samkvæmt þessu að sanngirni eru markasaðstæður og atvik á hverjum tíma og nú hafa leigjendur ekki tök á að sko láta fara fram eitthvað sanngirnismat eða svona ræða í þaula hvað þýðir sanngirn húsalega að því að Sigurður Inga hefur verið lófa lagið ef hann viljað mæta leigjendum með breytingum á þessu 37. greininni að leggja til að húsalega taki miða einhverjum hagstærðum það verði hugsanlega einhver reikni aðferði eða hún var byggð á kostnaði leigusala. Nei, hann segir með þessu það eru hagnaðardrifnu leigufélögin sem að ráða leiguverðinu og það leiguverð er sanngjarnt samkvæmt húsaleigulögum. Markaðurinn hefur ekki bara alltaf rétt fyrir sér heldur hann er sanngjarnt líka. Hann er sanngjarnt, algjörlega óháð samningsstöðu leigjenda. Þetta er miklu þessi réttarbót sem átt að vera fyrir leigjendur í þessu frumvarpi og öðru sem að Sigurður Ingi hefur gert er þveröfugt. Já, bara hefur þveröfuga virkni og þarna er hann að taka sérhagsmuni örfára leigufélaga fram yfir almannahag sem að ég held að hljóti að orka tímalis fyrir manni í hans stöðu. Herðu, Guðmundur Hrafn, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá baráttu leigjenda og sigrum líka. Takk fyrir. Og við ætlum núna að hringja til Finnlands. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is